AA-bókin 4. kafli við efahyggifólk. Í köflunum hér á undan hafið þið fræðst dálítið alkóhólisma. Við vonum að okkur hafi tekist að gera ljósan muninn á því að vera alkóhólisti og að vera ekki alkóhólisti. Ef þú getur ekki hætt drykkju þótt þið langi einlæglega til þess eða hefur litla stjórn á því hvað þú drekkur mikið, ertu sennilega alkóhólisti. Það áttu trúlega við sjúkdóm að stríða sem ekki hægt að sigrast á nema með hjálp andleira reynslu. Í augum þeirra sem telja sig trúleysingja eða efahyggifólk virðist slík reynsla óhugsandi en að halda áfram á sömu braut vís leið til glötunar, einkum ef að ræða alkóhólista úr hópi þeirra sem virðast vonlausir. Það sjaldnast auðvelt að horfast í augu við það að valið standi á milli þess að deyja úr alkóhólisma eða byggja líf sitt á andlegum grunni. Samt þetta ekki svo erfitt. Það bil helmingurinn af fyrstu félögum okkar voru einmitt manneskjur sem þannig var komið fyrir. Í fyrstu reyndu sum okkar að loka augunum fyrir staðreyndum og héldu í vonina að í rauninni væru þau engir alkóhólistar. En með tímanum urðum við að horfast í augu við þá staðreynd að annaðhvort yrðum við að byggja líf okkar á andlegum grundvelli eða að illa færi fyrir okkur. Kannski eins með þig. En hafðu ekki áhyggjur, önnur hver manneskja í okkar hópi taldi sig vera trúleysingja eða efahyggifólk. Reynsla okkar sýnir að þú ert ekki að láta það draga úr þér kjarkinn. Ef siðareglur eða betri lífsspeki nægðu einar sér til að sigrast á alkóhólisma, hefðu mörg okkar náð bata fyrir löngu. En við komumst að því að slíkar reglur og speki gátu ekki bjargað okkur, hvernig sem við reyndum. Við óskuðum þess kannski að geta lifað flekklausu lífi, geta fundið heimspekilegan frið, óskuðum þess jafnvel af öllu hjarta, en við höfðum ekki kraftin sem til þurfti. Mannlegir kraftar okkar sem stjórnað var með viljastyrk dugðu ekki til, þeir brugðust algjörlega. Vanmátturinn var okkur erfið þraut. Við urðum að finna kraft til að geta lifað, kraft sem væri máttugur í okkur sjálfum, svo mikið var ljóst. En hvar og hvernig áttum við að finna slíkan kraft? Þessi bók fjallar einmitt það. Megin tilgangur hennar að hjálpa þér að finna kraft sem máttur en þú og getur leyst vanda þinn. Þetta þýðir að við höfum skrifað bók sem að okkar mati hefur að geyma bæði andlegan og siðferðilegan boðskap, sem auðvitað hefur í för með sér að það verður talað Guð í henni. Hér kemur upp vandi vegna efahyggifólksins. Við höfum svo oft rætt við nýliða, séð vonir hans vakna þegar við tölum við hann áfengisvanda hans og segjum honum frá samtökunum. En vonbrigðin leyna sér ekki þegar talið berst að andlegum málum, sérstaklega þegar við minnumst á Guð, því þar með erum við að brydda upp á málefni sem þessi félagi okkar taldið sig geta sneitt snirtilega framhjá eða leitt alveg hjá sér. Við vitum hvernig honum líður. Líkt og hann höfum við haft okkar eðlilegu efasemdir og fordóma. Sum okkar höfðu megnustu andúð á trúmálum. Í hugum annarra tengdist orðið Guð ákveðinni Guðs hugmynd sem einhver hafði reynt að tróða upp að þá í æsku. Kannski höfnuðum við þeirri hugmynd af því hún nægði okkur ekki. Með því að hafna henni töldum við okkur hafa afneitað hugmyndinni Guð fyrir fullt og allt. Okkur fannst að hugmyndinni að setja trú sína og traust á mátt sem væri aðri okkur sjálfum bæri vott veiklindi og jafnvel hugleysi. Full efasemda horfum við á heim þar sem manneskjurnar eiga í ófriði, deilt trúarbrögð og svo mikil óhamingja ríkir. Við litum það hornauga sem sögðust vera guðhræddir. Hvernig mátti það vera að einhver aðri máttur hefði eitthvað með þetta allt að gera? Og hver gat svo sem skilið aðri mátt? En samt stóðum við okkur stundum á því, uppnumin af töfrum stjörnubjartra nátta, að hugsa það hver hefði eiginlega skapað þetta allt. Við fundum til lotningar og undrunar en tilfinningin leið hjá og gleymdist brátt. Já, við sem hneigjumst til efahyggju höfum hugsað og upplifað slíkt. Leyfðu okkur að róa því strax. Við komumst að því að leið og okkur tókst að leggja fordómana til hliðar og láta jafnvel í ljós vilja til að trúa á aðri mátt, það fórum við að ná árangri, þrátt fyrir að við gætum hvorki skilgreint né skilið þennan mátt sem Guð. Okkur létti mjög þegar við uppgötvuðum að við þurftum ekki að velta því fyrir okkur hvernig aðrir skildu Guð. Okkar eigin skilningur, þótt ófullkomin væri, nægði til þess að nálgast Guð og ná sambandi við hann. Leið og við viðurkenndum möguleikan á því að til væri skapandi hugsun, að á bakvið alla hluti væri alheims andi,
fór að flæða okkur ný vitund afl og markmið, svo fremi að við stígjum nokkur einföld skref í viðbót. Við komumst að raun að Guð setur þeim sem leita hans ekki mjög harða kosti. Við trúum því að það sé hátt til loft svo vítt til veggja í ríki andans. Það sé öllum opið og engum sem í einlægni leitar Guðs sé úthýst þaðan eða honum meinaður aðgangur. Við trúum því að það sé opið öllum mönnum. Þegar við tölum við þig Guð það þess vegna þinn eigin skilningur á Guði sem áttur við. Það á einnig við önnur hugtök andleg mál sem þú sérð í þessari bók. Láttu ekki einhverja fordóma sem þú kannski hefur gagnvart þessum málum hindra þig í að spyrja sjálfan eða sjálfa þig heiðarlega hvaða merkingu þau hafi raunverulega í þínum huga. Til að byrja með nægði þetta okkur til að geta byrjað að þroskast andlega og ná fyrstum meðvituðu tengslinum við Guð samkvæmt skilningu okkar á honum. Með tímanum gátum við svo tilhingað okkur ýmislegt sem áður virtist vonlaust að höndla. Í því fólst þroskin og ef við vildum þroskast urðum við að byrja einhvers staðar. Þess vegna létum við okkar eigin skilning duga þótt hann væri takmarkaður. Við þurftum aðeins að spyrja okkur einnar lítillar spurningar: trúi ég því eða ég til í að trúa því að það sé til máttur sem mér æðri? Leið og einhver getur sagt að hann trúi eða langi til að trúa, getum við fullvissa þann einstaklingum að hann eða hún sé á réttri leið. Það hefur margoft sannað sig meðal okkar að á þeim einfalda hornsteini hægt að reisa undursamlega rammgert andlegt virki, eða í neðanmálsgrein Varieties of Religious Experience. Þetta voru stórkostlegar fréttir fyrir okkur því við höfðum ekki gert ráð fyrir að geta nýtt okkur andlegar leiðir nema við sættum okkur við ýmis trúarleg atriði sem virtist erfitt að trúa. Hversu oft höfðum við ekki sagt þegar fólk var að ræða við okkur andleg mál: ég vildi að ég geti fengið það sem þessi manneskja hefur öðlast. Ég viss að þetta gengi hjá mér ef ég bara hefði slíka trú. En ýmis trúaratriði sem henni finnast og augljós geti ég ekki tekið sem góðan og gildan sannleik. Þess vegna var gott að fá að vita að við getum byrjað á einfaldari hátt. Auk þess að eiga erfitt með trúmálin voru þrjóska, viðkvæmni og heimskulegir fordómar okkur fjötur fót. Mörg okkar hafa verið svo ofur viðkvæm að jafnvel tilviljunarkennd athugasemd andleg mál gat komið okkur til að stökkva upp á nef okkar. Við þurftum að losna við slíkan hugsunarhátt. Þótt sum okkar þreyttust gegn því reyndist ekki mjög erfitt að losa okkur við þessar tilfinningar. Þegar við horfðumst í augu við eyðileggingar mátt alkohólismans urðum við fljótlega jafn opin fyrir andlegu málefnum og við höfðum reynt að vera á öðrum sviðum. Að því leyti gátum við dregið lærdóm af áfenginu. Því tókst loksins að tukta okkur til að taka sönsum. Þessi þróun var okkur stundum óskaplega erfið og við vonum að aðrir haldi ekki jafn lengi í fordómana og sum okkar gerðu. Ef þið vilja lesandinn enn að spyrja sig að því af hverju hann ætti að trúa á mátt sem honum æðri. Við teljum að fyrir því liggi brýnar ástæður og ætlum að skoða nokkra þeirra. Hinn hagsýni nútíma maður vill sjá árangur og staðreyndir, en hann samt sem áður fús til að trúa ýmsum kenningum ef hann telur þær byggja á traustum staðreyndum. Til dæmis til fjöldi fræðilegra kenninga rafmagn og við trúum þeim alveg hiklaust. Af hverju erum við svona fús til þess? Einfaldlega af því að það er ómögulegt að gera sér einhverja grein fyrir því sem við sjáum, finnum, stjórnum og notum, nema ganga út frá því að það eigi sér einhver skiljanleg upptök. Nú á dögum taka menn trúarlegar allskis ályktanir sem hafa verið ágætlega rökstuddar en ekki hægt að sanna áþreifanlega. Hefur það ekki einmitt sýnt sig innan vísindanna að sýnilega sönnunin getur verið veikasta sönnunin? Það sífellt að koma betur í ljós eftir því sem efnisheimurinn rannsakaður meira að ekki allt sem sýnist. Tökum dæmi. Venjulegur stálbiti gerður úr aragrúa örinda sem þeytast umhverfis hver aðra og ótrúlegum hraða. Þessar örsmáu eindir stjórnast að nákvæmum lögmálum og þessi lögmál gilda í öllum efnisheiminum. Þetta segja vísindin og við höfum enga ástæðu til að efast að það sé rétt. Þegar hins vegar svo fullkomlega rökrétta ályktun dregin að handan efnisheimsins og þessi lífs sem okkur sýnilegt sé almáttug, skapandi og leiðandi hugsun, þá kemur upp í okkur þessi undarlega þörf til að sanna með einhverjum hætti og svo sé ekki.
Við lesum orðskrúðugar bækur og leyfum okkur að nota innantóma rökfærslur og telja okkur trúum að það sé engin þörf á Guði til að útskýra alheiminn. Ef staðhæfingar okkar væru réttar mætti draga af þeim þá ályktun að lífið ætti upptök sín í engu, hefði engan tilgang og ekkert markmið. Í stað þess að líta á okkur sem skyni gæta fulltrúa og framverði í sístæðu sköpunarverki Guðs, þá völdum við trúlýsingjar og efahyggju fólk að trúa því að okkar mannlega hugsun hefði síðasta orðið, væri alfa og omega, upphaf og endir alls. Heldur betur hégómlegt, ekki satt. Við sem höfum gengið þennan veg efahyggjunnar biðjum þig að sleppa fordómunum, líka þeim sem þú hefur gagnvart kerfisbundum trúarbrögðum. Við höfum komist að raunum að hverjir svo sem mannlegir veikleikar ýmissa trúarbragða kunna að vera, þá hafa þessi sömu trúarbrögð gefið milljónum manna tilgang og markmið. Fólk sem trúir gerir sér rökrétta hugmynd tilgang lífsins. Við höfðum í rauninni enga haldbara skoðun á þessum málum hér áður fyrr. Við skemmtum okkur við að rífa í kaldhæðinni niður trúarskoðanir og siði annara, í stað þess að koma auga á að margt andlega sinnað fólk, hver svo sem kynþáttur þess, litarháttur eða trúarskoðun var lifandi dæmi það jafnvægi, hamingju og gagnsemi sem okkur hefði verið nær að sækjast eftir. Þess í stað einblítum við á mannlega bresti þessa fólks og nótuðum stundum galla þess sem ástæðu fyrir allsherjar fordæmingu. Við töluðum dómhörku og syngdum hana sjálf. Við fórum á mis við raunverulega fegur skógarins af því öll okkar athygli beindist að því að sum trjánna litu illa út. Við lögðum okkur aldrei eftir því að skynja hinn andlega þátt lífsins. Í frásögnum af persónulegu reynslu okkar muntu sjá að sögumenn hafa nálgast og meðtekið aðri mátt á marga mismunandi vegu. Það skiptir ekki höfumáli hvort okkur finnst einhver ein leið til að nálgast eða skilja aðri mátt betri en önnur. Reynslan hefur sýnt að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu máli. Það leysir hver og einn á sinn hátt. Þau sem segja frá eru þó öll algjörlega sammála eitt. Hvert og eitt þeirra hefur fengið samband við aðri mátt og öðlast trú á hann. Þessi máttur hefur gert kraftaverk í lífi þeirra allra, komið því til vegar sem mannlegu mætti ómögulegt. Eins og þekktur amerískur stjórnmálamaður orðaði það, látum staðreyndirnar tala. Við erum talum á þúsundir karla og kvenna sem sannarlega eru veraldlega þenkjandi. Þau fullir það einfaldlega að eftir að þau fóru að trúa á mátt sem væri þeim æðri, tóku ákveðna afstöðu til þess máttar og fóru að gera ákveðna einfalda hluti, þá hafi orðið gaggir breyting á lífsviðhorfi þeirra og hugsunarhætti. Þegar þau urðu að horfast í augu við hrun og örvæntingu og öll mannleg bjargráð brugðust algjörlega, fundu þau nýjan mátt, frið og hamingju gagntaka sig og höfðu á tilfinningunni að vera leitt áfram. Þetta gerist fljótlega eftir að þau höfðu af heilum hug uppfyllt nokkur einföld skilyrði. Þau sem áður höfðu verið svo ráðvillt og skilningsvana vegna þess hvað tilveran virtist tilgangslaus, geta nú sýnt fram á hinar raunverulegu orsakir þess að lífið var þeim svo erfitt. Án þess að taka áfengisvandamáli með inn í myndina, útskýra þau af hverju líf þeirra var svo ófullnægjandi. Þau sýna okkur breytinguna sem varð á þeim. Þegar 100 manna og kvenna geta sagt að vitundin nálað Guðs sé í dag mikilvægasti þátturinn í lífi þeirra, hljóta það að vera sterkur rök fyrir því að við ættum að leitast við að eignast trú. Heimurinn hefur séð meiri framfarir á síðustu öld en orðið hafa á öllum undangengnum árþúsundum. Flestir vita ástæðurnar fyrir því. Sagnfræðingar segja okkur að menn hafi verið alveg jafn vel greindir þá og best gerist nú á dögum. Samt voru efnislegar framfarir til forna óskaplega hægfara. Andi nútíma vísindaransókna og uppgötvana var mönnum framandi. Á efnislega sviðinu var hugsun manna fjötruð af hjátrú, hefðum og ýmiss konar fastmótuðum hugmyndum. Sumir af samtímamönnum Kólumbusar töldu það fráleitt að jörðin geti verið hnöttótt. Öðrum var skapið næst að taka Galileo af lífi fyrir villukenningar á sviði stjörnufræðinnar. Við spurðum okkur eftirfarandi spurningar: eru ekki sum okkar alveg jafn ósveigjanleg og þver á andlega sviðinu og forfeður okkar voru á efnislega sviðinu? Það er ekkert svo langt síðan bandarísk dagblöð voru smeyk við að birta frásögn af fyrsta fluginu sem heppnaðist hjá Wright bræðrum í Kitty Hawk.
Höfðu ekki allar flugtilraunir misheppnast fram að þessu? Hafði ekki flugvél Langleys prófessors hafnað á botni Potomac árinnar? Var það ekki sagt að snjöllustu stærðfræðiheilar höfðu sannað að maðurinn myndi aldrei geta flogið? Hafði ekki alltaf verið sagt að Guð hefði látið fuglunum eftir þau forréttindi að geta flogið? Aðeins 30 árum síðar var sigurinn yfir loftinu orðin gömul saga og flugumferði fullum gangi. Okkar kynslóð hefur fengið að upplifa hugsun mannsins losna úr viðjum á flestum sviðum. Þú getur sýnt hvaða hafnarverkamanni sem grein í Helgarblaðinu þar sem sagt frá áætlunum að fara í rannsóknarferð til tunglsins með eldflaug og hann myndi svara sem svo: ég þarf að veðja þeim textað, kannski ekki svo langt þangað til. Það ekki einmitt einkennandi fyrir okkar tíma hversu auðveldlega við getum skipt út gömlum hugmyndum fyrir nýjar, hvað við erum fús til að kasta úreltri kenningu eða búnaði til þess að taka upp annað betra. Við hlutum að spyrja sjálf okkur af hverju við ættum ekki að vera jafn fús til að breyta viðhorf þegar mannleg vandamál voru annars vegar. Við áttum í erfiðleikum með persónuleg sambönd, höfðum ekki stjórn á tilfinningum, eymd og depur náðu tökum á okkur. Við gátum ekki unnið fyrir okkur fannst við einskis nýt, við vorum kvíðin og vansæl og virtumst ekki eiga neitt að gefa öðrum. Var þá ekki mikilvægara að finna einhverja grundvallar lausn á þessu kvalræði en að sjá einhverja fréttamyndir á tunglferðum? Auðvitað var það svo. Þegar við sáum aðra leysa vanda sinn með því að treysta einfaldlega á anda alheimsins, gátum við ekki annað en hætt að efast mátt Guðs. Okkar eigin hugmyndir gengu ekki upp, en hugmyndin Guð gerði það. Með næstum því barnslegri trúsinni á að geta byggt vél sem geti flogið, hafði Wright-bræðurum tekist að vinna afrek. Án slíkrar trúar hefði það aldrei tekist. Við trúlýsingjar og efahyggju fólk vorum föst í þeirri hugmynd að við værum einfærum að leysa okkar vandamál. Þegar aðrir bentu okkur á að Guð einn væri færum að leysa vanda þeirra, fór okkur að líða eins og þeim sem héldu því fram að Wright-bræður getu aldrei flogið. Röksemdaferðsla afskaplega skemmtileg. Við höfðum gaman af henni og höfum enn. Það engin tilviljun og okkur var gefin hæfileikinn til að beita rökhyggju, taka allir greina það sem skynjum og draga af því ályktanir. Þetta einn af stórkostlegustu eiginleikum mannsins. Við sem höfum tilhneigingu til efahyggju sættum okkur ekki við neitt það sem ekki leiddi til skynsamlegra nálgunar og túlkunar. Þess vegna okkur svo mikið kappsmál að segja frá því af hverju við teljum að svo trú sem við höfum öðlast sé skynsamleg og af hverju okkur finnst það heilbrigðara og rökréttara að trúa en trúa ekki og af hverju við segjum að hugsun okkar hafi verið máttlaus og grautarleg meðan við fórnuðum höndum full efasemda og sögðum við vitum það ekki. Þegar við vorum orðin alkóhólistar, niðurbrotin af sjálfsköpuðum erfiðleikum, gátum við hvorki slegið málum lengur á frest né komist undan vandanum. Við urðum að horfast óttalaust í augu við þá staðreind að annarkvort Guð allt í öllu eða alls ekki neitt. Guð annarkvort til eða ekki til. Hvort kostin ætlum við að velja? Þegar hér var komið sögu urðum við að taka afstöðu til trúarinnar. Við gátum ekki lengur farið undan í flæmingi. Sum okkar voru þegar búin að fara langleiðina yfir brú rökhyggjunnar og taka stefnuna á hina heitþráðu strönd trúarinnar. Þegar fór að móta fyrir hinu fyrirheitna nýja landi, kviknaði líf í úrvinda augum og dabra sálur fengu nýjan kjark. Útréttar vinarhendur buðu okkur velkomin. Við vorum þakklátt fyrir að skynsemin skildi hafa komið okkur þetta áleiðis, en einhverja vegna fengum við okkur ekki til að stíga skrefi sem þurfti til að ganga á land. Kannski höfðum við treyst svo mikið á skynsemina þennan síðasta spöl að við þorðum ekki að sleppa af henni takinu. Það var skiljanlegt, en skoðum þetta betur. Var það ekki einhvers konar trú sem hafði leitt okkur þangað sem við vorum komin án þess að við gerðum okkur það beinleiðis ljóst? Trúðum við ekki á eigin skynsemi? Treystum við ekki eigin hæfileika til að hugsa? Hvað var það annað en einhvers konar trú? Jú, víst höfðum við verið trú og óttalega undirgefin Guði skynseminar. Við gerum ykkur ljóst að trúin hafði alltaf verið á einn eða annan hátt með í spilinu. Við komumst líka að því að við höfum verið tilbeðjendur. Við sem hér áður fyrir fengum andlega gæsahúð við tilhugsununa eina saman. Höfðum við ekki einmitt tilbeðið menn og málefni, dauða hluti, peninga og okkur sjálf? Og svo talað sér betri tilefni, höfðum við ekki dýrkað sólarlagið, hafið eða fagurt blóm? Hafði ekki hvert og eitt okkar einhvern tímann elskað eitthvað eða einhvern?
Hvað áttu þessar tilfinningar, þessi kærleikur, þessi tilbeiðsla skylt við blákalda skynsemi? Við urðum að játa að það var harla lítið. Voru þetta ekki einmitt þræðirnir sem líf okkar var ofið úr? Voru það ekki þessar tilfinningar sem skiptu sköpum í allir okkar tilveru þegar allt kom til alls? Það var útilokað að halda því fram að við værum ófær að trúa, elska eða tilbiðja. Við höfðum lifað fyrir trú og lítið annað en trú í einni eða annari mynd. Hugsum okkur líf án trúar. Ef ekkert væri til að bláköld skynsemin væri það ekkert líf. En við trúðum á lífið, auðvitað gerum við það. Við gátum ekki fært sönnur á lífið á sama hátt og þegar hægt að sanna að bein lína sé stysta fjarlæðin milli tveggja punkta, en hérna var það nú samt. Ætluðum við enn að halda því fram að þetta væri allt saman ekkert nema massi rafeinda sem væri skapaður úr engu, hefði engan tilgang og þyti á vit óumflýjanlegra örlaga sinna í tóminu. Auðvitað gátum við ekki haldið því fram. Rafeindirnar sjálfar virtust meira segja viti bornari en svo. Allavega sögðu efnafræðingarnir það. Þess vegna skildum við að skynsemin er ekki allt. Skynsemin, eins og við flest notum hana, er heldur ekki óbrigðul, jafnvel þótt hún sé notuð af ágætlega greindu fólki. Hvað með þá sem sönnuðu að maðurinn myndi aldrei geta flogið? Við höfðum orðið vitni að annars konar flugi, andlegu frelsi úr viðjum heimsins, höfðum séð fólk hefja sig upp yfir eigin vandamál. Þetta fólk sagði að Guð gerði þeim þetta kleift og við brostum bara. Við höfðum séð andlega endurlausn en ákváðum að telja okkur trúum að hún væri ekki sönn. En auðvitað voru að blekkja okkur sjálf því djúpt í sálu sérhvers einstaklings býr hugmyndin Guð. Erfileikar og óhamingja, fánýti eða tilbeiðsla annarra hluta kunna að hafa grafið hana, en samt er hún þarna í einhverri mynd. Því að trúin á mátt sem er okkur aðri og undursamleg sönnun á honum í lífi okkar er staðreynd sem er jafn gömul manninum sjálfum. Loksins skildum við að trúin á einhvers konar Guð var hluti af eðli okkar, rétt eins og sá hugur sem við berum til góðs vinar. Stundum urðum við að leita að Guði án þess að óttast, en þarna var hann. Hann var jafn mikil staðreynd og við sjálf. Við fundum þennan mikla raunveruleika djúpt innra með okkur. Þegar allt kemur til alls er hann aðeins þar að finna. Þannig upplifum við það. Við getum bara rutt brautina svolítið. Ef vitnisburður okkar hjálpar til að ryðja hleypidómunum úr vegi, auðveldar þér að hugsa málið einlaglega og örvar þig til að skoða vandlega þinn innra mann, þá getur þú slegist í för með okkur á þessari leið, ef þú vilt. Með þetta viðhorfa leiðarljósi getur þér ekki mistekist. Þú verður meðvitaður trú þína. Það er alveg öruggt. Í þessari bók myndu lesa reynslu mann sem taldi sig vera trúleysingja. Saga hans er svo áhugaverð að við ætlum að stikla örlítið á henni hér. Sú hugarfarsbreyting sem varð á honum var bæði átakanleg, sannfærandi og hrífandi. Þessi vinur okkar var prestssonur. Hann gekk í kristilegan skóla þar sem hann fékk yfir sig nóg af trúarlegri fræðslu og snerist öndverður gegn henni. Í mörg ár eftir það var hann þjakaður af erfileikum og vonbrigðum. Andbyr í viðskiptum, geðveiki, sjúkdómar og sjálfsvíg, allt ólánuð sem dundi á honum og hans nánustu í fjölskyldunni gerði hann bitran og þunglindan. Napur raunveruleikin að stríði loknu, sífellt alvarlegri alkoholismi, yfirvofandi hrun á sál og líkama, allt þetta var farið að vekja með honum alvarlegar sjálfsvígshugsanir. Eftir að hann hafði verið lagður inn á spítala kom kvöld eitt til hans alkoholisti sem hafði orðið fyrir andlegri vakningu. Vinur okkar fekk kökk í hálsinn af beiskju og sagði, ef Guð er til þá hefur hann sannarlega ekkert gert fyrir mig. En þegar hann var aftur orðinn einn í herberginu spurði hann sjálfan sig, getur verið að allt þetta trúaða fólk sem ég hef kynnst hafi haft rangt fyrir sér? Á meðan hann var að velta þessu fyrir sér leið honum eins og hann væri komið til helvítis. En þá laust stórkostlegri hugsun líkt á eldingu niður í huga hans og bægði öllu öðru frá. Hver þykist þú vera að ætla að halda því fram að Guð sé ekki til? Hann man að hann velti sig fram úr rúminu og kraup á kné. Á nokkrum augnablikum varð hann gagntekinn fullvissu nálægð Guðs. Hún flæddi yfir og hann allan með þunga og tign risastórar flóðbylgju. Varnarveggirnir sem hann hafði reist umhverfis sjálfan sig gegnum tíðina hrundu eins og spilaborg.
Hann var umvafinn nervur og óandalegs máttar og kærleika. Hann hafði stigið af brúnni og á land. Í fyrsta skipti á ævinni vissi hann hvað það var að lifa í meðvituðu sambandi við skapara sinn. Þannig var hornsteinninn lagður í lífi vini okkar og ekkert sem síðan hefur gerst í lífi hans hefur haggað honum. Áfengisvandinn var tekinn frá honum. Hann hvarf þessa örlaganótt fyrir mörgum árum. Síðan þá hefur vinur okkar ekki leitt hugan að áfengi að frátöldum nokkrum augnablikum þegar hann fann fyrir freistingu, en þá fyllti tilhugsunin hann viðbjóði. Svo virðist þegar hann gæti ekki drukkið jafnvel þótt hann vildi. Guð hafði gert hann andlega heilbrigðan á ný. Hvað er þetta annað en kraftaverk? Samt er grundvöllur þess svo einfaldur. Aðstæður gerðu hann fúsan til að trúa. Hann fól sig í auðmýkt skapara sínum á vald og þá kom vissan. Á sama hátt hefur Guð gefið okkur öllum heilbrigða dómgreind að nýju. Þessi maður fekk skyndilega hugljómun. Hjá sumum okkar gerist það hægt og rólega. En Guð hefur komið til allra sem af einlægni hafa leitað hans. Þegar við nálguðust hann, opinberaði hann sig fyrir okkur.